ætla að sýna hvernig við stofnum veiðiferð í tók sjómannalaunum. Við byrjum á að opna veiðiferðir í mínu vinnslum, veljum síðan skipið og smellum hér á ný færsla. Þá opna skráningagluggi fyrir veiðiferðina. Við byrjum á að skrá upphafsdag veiðiferðar, hér. Frá þessum degi reikna skráningar og færisdagar ásamt myndbands og endurgreiddum fæðisdögum. Lokadagur veiðiferðina er skráður hér. Löndun og hafnafrí lauk er oft sami dagur nema það sem samningar kveða á lögboðið hafnafrí sem hluta veiðiferðarinnar og þá er því breytt í samræmi við það. Númer uppgjörs er ekkert þar sem við ætlum að stofna fleiri veiðiferðir í sama uppgjöri. Því næst skráum við áhöfnina og stöðu hvers launþega. Við byrjum á að velja ný færsla. Áhafnalisti er til flettingar og skoðunar hér. En til að skoða ákveðin launþega, þá skal tvísmella á hann hér, en smella á ný lína til að skrá nýjan launþega í áhöfn. Skráum alla áhöfnina hér. Þegar áhöfnin er komin, þá skal skrá löndunarhöfn og tegund veiða. Númer löndunarhafnar er samkvæmt númerakerfi Fiskistofu og hægt er að fletta í skránni hér. Og til að fletta eftir nöfnum, þá er hægt að ýta á tab og skrá. Tvöföld lína er notað ef bátur er á línu og með tvöfalda línu og þá merkjum við hér í þennan reit. Og þá er tekið tillit til aukaþóknunar vegna tvöfaldra línu eins og getið er í kaupskrá og stöðuskrá. Úthaldsdagar. Og þá sér kerfið að reikna þennan dagafjölda út frá dagsetningu veiðiferðarinnar. Og veiðidagar koma sjálfkrafa inn sami dagafjöldi og á úthaldsdögum. Þegar þessu er lokið, þá skráum við afla hér. Tegund afla er skráð hér samkvæmt löndunarflokkum.
og sundurliðun skiptinga fer eftir þörfum hvers og eins. Skiptaverðprósent er samkvæmt samningu hverju sinni og skiptaverðmæti er reiknað margfeldi skiptaverðprósentur og heildarverðmætis. Skiptaprósenta er samkvæmt kjarasamningi hverju sinni og er háð stærð skips, veiðarfærum og fjölda í áhöfn. Í þennan reit kemur síðan útreiknaður hásettarhluti veiðiferðar. Hægt er að skoða samtölur hér og ganga úr skugga um allar skráningar séu réttar. Síðan smellum við á staðfesta. Þá er skráningu veiðiferðar lokið og hægt er að skrá aðra veiðiferð eða klára þessa í veiðiuppgjör. Takk fyrir og gangi ykkur vel.